Hvað er eiginlega hægt að segja eftir þennan leik á móti KR? Svekktur. Ég er mjög pirraður ef við hefum ekki náð að klára þetta. En bara mjög stoltur á strákunum. Byrjunin komst 3-0 eftir eitthvað, korter eða eitthvað. Og bara hugur í mönnum og orka og ákveðni og bara eitthvað sem hefur svona pínu vantað. Þannig að ég var ánægður með það, en svekktur að missa þetta niður. Fyrir leik var að tala um að reyna að vera með vindi. Já, Siggi reyndar bað um að byrja fyrir áleik með vindi ef við gætum. En ég hlítið því bara. Þannig að vel gert. Taktum aðeins í gegnum þetta mark sem þú skorar. Bjarni á náttúrulega einhverja ömurlega tilraun þarna. Ég man ekki, svo fáum við aftur boltann. Ég man ekki af hverju, hvort hann var að ferða eða eitthvað fyrir eða eitthvað. Og Franko var nýbúinn að koma og segja bara taka sénsinn, skjóta ef þú hefur tækifæri til. Ég bara var að prófa sko, það gekk ágætlega. Mér heyrðist að einhver líka kalla Aron, ég veit ekki hvort það var Siggi sjálfur eða hvernig það var. Heyrðir þú það? Nei, í rauninni ekki, ég pældi ekki því, ég sá bara að boltinn var á fínum stað til að prófa þetta með vindinn. Þannig ég bara tók sénsinn. Og hvernig er tilfinningi hjá markmanni að skora? Já, hún er skrítin sko, við höfum rætt þetta mikið og þetta var lélegt fagn allavega fyrst og fremst, en já, hún var heldur skemmtileg. Boltinn er á loftið þegar verið netið, hefur einhvern veginn hitt hann bara svona vel? Nei, ég hef ekki bara segið það, nei. Bara, hvað tökum við þess að út úr þessu? Þú talar um svekkelsi, 1 stig á móti KR, en fyrirfram hefði verið bara mjög fínt, er það ekki? Jú, þú veist, við verðum náttúrulega bara að taka stigi fyrirfram, taka öll stigi sem við erum að fá, við erum búin að vera í pínu brekku, þú veist, veit ekki hvað margir tapleikir eru á undan, jafntefli, þannig að, þú veist, við tökum það alveg, við þorðum að spila stóran hluta af leiknum og veist, við erum góðir í því ef við þorðum og bara þannig að við verðum að taka það, þora, halda því áfram og þessi orka verður að vera í öllum leikjum, ekki bara hérna í leik daginn fyrir pólamót, skilurðu. Bara þessi mörk í seinni hálfleik og kannski aðalega þetta víti, hvernig sér þú það? Ég bara sá ekkert hvað gerðist, ég held hann að fara í baki á Bjarna. En það var enginn að biðja neitt fannst mér. Svo flautar hann allt í einu, ég held að hann var að flauta markspyrnu. Svo flautar hann á vítapunktinu og ég bara skildi ekkert hvað var að gerast. Bara þú veist, að þú segir þetta svona, þú veist, vera hissa yfir dóm, þú veist, breytir það hvernig þú stendur á línunni eða eitthvað svoleiðis, þarf það ná að hrista það af þér? Já, í rauninni maður getur ekki verið að láta eitthvað trufla sig í næsta moment, bara reyna að núllstilla og halda áfram sko. Hvernig metur þú framhaldið? Bara fínt ef við tökum það jákvæð úr þessu leik og lærum það, þetta neikvæða skilur þá bara erum við í fínum málum skilur og við bara verðum að hafa trú á þessu, tökum bara einn leik í einu, þetta verður erfitt og við vissum þetta er erfitt, þannig að við erum ekkert búin að gefast upp og þetta er bara vonandi byrjunin á fínu rönni hjá okkur. Að lokum, hvernig var að spila í þessum treyjum? Geðveikt, þetta var illa flottar og alveg bara fyrir Gedda okkar, hann er náttúrulega erfiðri baráttu og er að tækla hana eins og kóngur og öll hans fjölskylda, þau eru illa frábær, þannig að þetta var bara svona skemmtilegt fyrir okkar mann Gedda. Takk fyrir Daron. Takk fyrir.